Eitt af skipum Hvals hf hefur verið sett í tímabundið veiðibann vegna brota á lögum og reglum. Forstjóri Matvælastofnunar segir fyrirtækið þurfa að sýna fram á úrbætur eigi að aflétta banninu. Hægt hefði verið að bjarga flestum af þeim þúsundum sem fórust í flóðum í Líbíu að mati Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar. Óttast er að 20.000 hafi farist. Meira fjármagn þarf ef hætta á við sameiningu framhaldsskólanna á Akureyri, segir menntamálaráðherra. Bæjarráð telur hugmyndir sameininguna óábyrgar. Enn horfast Marokkóar í augu við afleiðingar jarðskjálftans sem reið yfir á föstudag. Marokkói búsettur á Akureyri segir mikla samheldni meðal landa hans á Íslandi og þau hafa hrint úr vör söfnun fyrir þolendur skjálftans. Listasafn Íslands hefur til skoðunar 20 listaverk sem grunur leikur á að séu fölsuð. Eitt verkanna komst allalega á vegg safnsins, merkti litlu en mikilvægu spurningarmerki. Til stendur að setja upp sýningu með verkunum. Komið þið sæl. Hvalveiðiskipið Hvalur 8 má ekki halda áfram veiðum á langreyði tímabundið því veiði á einni þeirra fyrir vikum tók of langan tíma og fór í bága við reglugerð og lög. Ekki hefur verið ákveðið hvort Hvalur hf hljóti sekt. Á fimmtudaginn í síðustu viku kom Hvalur 8 með langreyði að landi og með honum eftirlitsmaður frá Fiskistofu með gögn úr veiðiferðinni sem Matvælastofnun fór yfir. Og þá kemur ljós að frá því að fyrsta skutlið skotið í dýrið, skutullin heitir dýrið illa. Dýrið drefst ekki samstundis og það verður tæplega hálftíma töf þar til að dýrið skotið aftur. Það teljum við vera mjög alvarlegt út frá nýrri reglugerð, út frá lögum um velferð dýra. MAST ákvað að stöðva veiðarnar frá hádegi í dag. Ástæða þess að vika leið þar til veiðarnar voru stöðvaðar er sú að starfsfólk Matvælastofnunar þurfti að rannsaka málið, fá frávikaskýrslu frá Hval hf og fara yfir hana. Þá er fyrirtækinu tilkynnt stöðvun en Hvalur hefur tækifæri til að andmæla og fara þarf yfir þau í andmæli. MAST breytti ekki ákvörðun sinni. Nú þarf Hvalur að fara í rótargreiningu og skila tillögum að úrbótum og MAST þarf að sannreyna þessar úrbætur. Þeir verða þá allavega að sýna fram á það að þeir geta skotið hval og aflífaðan eins hratt og örugglega og mögulegt er. Ef það þarf að endurskjóta hann þá þarf að gera það tafarlaust og það má ekki vera neitt bíða því. En eru önnur viðurlög en þessi tímabundna stöðvun á því að brjóta svona lög um velferð dýra? Það er mögulegt að sekta fyrirtækið. Það er ekki búið að taka ákvörðun um það. Það er bara til rannsóknar. Þetta er eina alvarlega atviki hjá Hval frá því veiðar hófust mánaðamótin. Hrönn segist ekki geta svarað því hve langan tíma tekur að bæta úr og sannreyna úrbæturnar. Það er tilkoma þessara nýju reglugerðar sem ræður þessu eða hefði komið til stöðvunar áður en að hún tók gildi? Nei, það má alveg segja að þessi nýja reglugerð veitir okkur tól sem við höfðum ekki fyrir. Umræður fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar hafa staðið yfir á Alþingi allan daginn. Fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu í morgun. Magnús Geir Eyjólfsson hefur fylgst með umræðunum á þingi í dag. Það hafa komið fram margvíslegar athugasemdir, Magnús Geir. En í hverju felast þær helstar? Frumvarpið hefur nú verið gagnrýnt úr mörgum áttum en kannski fyrst og fremst vegna þess að það gerir lítið sem ekkert til að draga úr verðbólgu og svona úr rússnesku vaxtastigi eins og það var orðað í þingsal. Útgjöld ríkisins séu of há og það kunni ekki góður leik að stýra að reka ríkissjóð með halla á sama tíma að það er töluverður afgangur af sjálfum rekstrinum. Stefnuleysi er annað orð sem var mikið notað að frumvarpið sé svona málamiðlun á milli þriggja flokka og niðurstaðan sé svona móðsuða sem gagnist fáum, allra síst millistéttinni sem hafi borið þungar byrðar í verðbólgunni. Við höfum ekkert á móti stökum hagræðingaraðgerðum. Samfylkingin setur sig upp á móti hagkvæmari innkaupum, minni rekstrarkostnaði almennt, að það sé ekki óþarfa starfsfólk einhvers staðar í efstu lögum. Það höfum við ekki gert. Það sem við erum einmitt að halda fram er að þetta er bara ekki pólitísk stefna, þetta ætti að vera bara eilífðarverkefni ríkisins og þetta er ekki eitthvað til að tromma upp á mörgum blaðamannafundum. Það er engin pólitík í því að reka hlutina vel. Við erum að reyna að tala um pólitískar áherslur, skatta, hvernig þú fjármagnar velferðarkerfið. Ekki hagræðingu í tölvukerfi. Það geta allir tekið undir það. Auðvitað hlýtur maður að staldra við það að þegar fjárlög eru afgreidd sem hafa það meginmarkmið að kæla verðbólgu, vextir halda áfram að hækka. Þegar fjármálaáætlun er afgreidd sem hefur það meginmarkmið að kæla verðbólgu, hvað gerist?
stýrivextir hækka. Það verið að skilja millistéttina eftir. Það verið að skilja barnafjölskyldur eftir, fyrstu kaupendur, fólki sem að taka þetta á sig. Og hér hjá mér maður sem hefur staðið vaktina á þinginu í dag, setið undir gagnrýni og svaraði henni. Bjarni, hefði þurft að gera meira í þessu frumvarpi til að tekla verðbólguna? Mér finnst vera gott jafnvægi í þessu frumvarpi og varðandi svona hlut ríkisfjármálana í verðbólgumálunum, að þá höfum við verið að beita þeim ríkisfjármálunum til þess að skapa skjól fyrir þá sem eru í viðkvæmri stöðu, til dæmis með hækkun bóta og þar koma inn vaxtabætur, húsaleigubætur og annað slíkt og auðvitað almannatryggingabæturnar. Og svo hefum við leyft tekjuaukanum að verða til þess að afkoman batnar og við erum í raun og veru að bæta afkomuna núna á milli ára langt umfram það sem áður var gert ráð fyrir og umræðan hefur að miklu leyti þess vegna byggst á röngum forsendum í fyrra og fram eftir þessu ári. En ekki hætta á að gerist nú eins og gerist í fyrra? Það verður bara umtalsverð útgjaldaaukning á milli umræðna í þinginu? Það alltaf við því að búast að það verður farið yfir bæði útgjalda og tekjuhliðina og við skulum sjá hvernig úr því spilast á þessum þingvetri en við erum með markmið að beita ríkisfjármálunum þannig að þau séu ekki á aukavandan heldur frekar að standa með peningastefnunni. Ég tel að það hafi sýnt sig bæði með afkominni fyrra og þessu ári að við höfum verið að standa okkur vel í því og við ætlum að láta afkomina halda áfram að batna og þannig höfum við góðan stað til að standa í þeim tilgangi að standa með fólki í landinu. Takk fyrir það, Bjarni. Umræða stendur enn, það eru ennþá allnokkrir þingmenn á mælendaskrá. Bjartsýnustu menn segja vonast til þess að umræðan klárist í kvöld, en það gæti allt eins dregist til morguns. En við segjum þetta gott hérna á þingi. Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson. Þetta á allt saman eftir að koma í ljós hvenær umræðan klárast, en við ætlum hins vegar að fara til útlanda. Íbúar Derna í Líbíu eiga vart orð til að lýsa þeim ægilegu hörmungum sem dundu yfir á mánudag. Talið að 20.000 hafi farist í flóðunum en Alþjóða veðurfræðistofnunin telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Á 7.000 dauðsföll eru staðfest og 1.000 til viðbótar saknað. Þúsundir mannslífa sem líklegast hefði verið hægt að bjarga, samkvæmt Alþjóða veðurfræðistofnuninni. That's a conclusion that if they would have been a normally operating meteorological service, they could have issued the warnings and also the emergency management authorities would have been able to carry out evacuation of the people and we could have avoided most of the human casualty. Að auki hafði verið vara við að stíflan sem brast væri að hruni komin. Hún var reist á 8. áratugnum og litlu sem engu viðhaldi verið sinnt síðan þá. Forsætisráðherrann segist þeirrar skoðunar að öll þjóðin beri einhverja sök. Hann þó mesta sem leiðtogi landsins. مسؤولية الموت الناس اللي ماتوا. مسؤولية إدارة هذه السدود. إدارتها والله صيانتها. Í Derna bjuggu 100.000 þegar óveðurslægðin Daniel gekk yfir og stíflan brast. Borgarbúar segja einu viðvörunina hafa verið lætin sem fylgdu þegar stíflan brast. كارثة فوق من الواحد يصورها الخيال يعني نحسبون احنا مية انهدرت سيل وخلاص ولكن طامي هذا طامة كبرى والله ناس مردومة ما زال جثث تحت الرديم هذا كله مردوم ارتفاع 3 متر 4 متر طامي رديم. Like we don't even know what to say and how to say it. Like we don't know how we feel like there is thousands of people still out there, families, daughters, sons, everyone. Is down there, you know. Björgunar aðgerðir standa enn yfir og mitt í öllum hörmungunum leynist vonar glæta. Í dag fannst heil fjölskylda á lífi. Ólöf, af hverju ekki starfandi stofnanir í Líbíu samlbærilega við Veðurstofuna og almannavarnir hér á landi? Þessar hörmungar sýna svart og hvítu hversu viðkvæm ríki eru þegar það hefur verið ríkjandi styrjaldar ástand átök árum saman eins og í Líbíu. Viðhaldi illa sinnt á innviðum eins og stíflunni, engar rauðar viðvaranir og svo virðist sem heldur engar áætlanir rýmingu í þessum 100.000 manna bæ og núna óttast að 20.000 í þessum eina bæ hafi farist og það bara svipað og allur gráður og gott betur en það. En nú eru 2 stjórnir við völd í landinu. Hvaða stjórnir eru þetta og hvernig koma þær til?
Nú skulum við hverfa aðeins aftur til tímans þegar Muammar Gaddafi var við völd. Hann réði ríkjum í Líbíu í rúm 40 ár. Honum var steypt af stóli 2011 þegar arabíska vorið svokallað stóð sem hæst og tekin að lífi og þá sjá ýmsir sér leika á borði og svona reyna sölsja undir sig völd í landinu. Þannig byrja borgarastyrjöld. Og við sjáum á þessu korti hér hvernig landið skipt. Græna svæði, þar stjórnar svona ættbálkasamfélög og vopnaðir hópar. Bláa svæði í norðvestri á valdi Trípoli stjórnarinnar svokölluðu og Abdul Hamid, forsætisráðherra, sem hún viðurkennd af Sameinuðu þjóðunum. Svo það Tobruk stjórnin og hana leiðir Khalifa Haftar stríðsherra og það hefur lítið sem ekkert gengið að koma á friði en blessunarlega virðast þessar stjórnir geta unnið saman við björgunaraðgerðir enn sem komið Ólöf Ragnarsdóttir, þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Og við snúum okkur allt öðru hér heima. Bæjarráð Akureyrar segir áform sameiningu framhaldsskólanna á Akureyri óábyrg miðað við gefnar forsendur. Mennta- og barnamálaráðherra segir að ef hægja eigi á sameiningavinnunni þurfa að fá aukið fjármagn til málaflokksins. Hugmyndir mögulega sameiningu menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri hafa víða fallið í grýttan jarðveg. Bæjarráð Akureyrarbæjar ályktaði málið í dag og var afstaða bæjarfulltrúa skýr. Meirihluti bæjarráðs ályktaði það að það væri alfarið á móti sameiningu MA og VFMA og teldi það að vera óábyrgt að gera það á þessum tímapunkti og allavega miðað við þær forsendur sem eru lagðar fram í skýrslunni sem var birt í síðustu viku þessi sameiningamál. Mennta- og barnamálaráðherra hefur sætt mikilli gagnrýni vegna málsins. Hann segir þó að ef slagkrafturinn í framhaldsskólakerfinu verði ekki aukinn, verði brátt ekki hægt að mæta þeim lögbundnu skyldum sem hvíla á kerfinu. Leiðir til lausna séu tvær. Annaðhvort þurfi að hagræða líkt og fyrirhugað sé á Akureyri eða auka fjármagn til málaflokksins. Ég í þeim hópi líkt eins og allir aðrir að ég vil sjá öflugri einingar koma út úr þessu sem geti mætt áskorunum og verði það ekki raunin að þá mun ég sjálfsögðu hlusta á þau skilaboð sem koma frá samfélaginu fyrir norðan og skólameistarunum. En eins og ég segi okkur dálítið þröngur stakkur sniðinn þegar kemur að svona tímalínunni hvað varðar fjárhaginn. Hann segir sviðsmyndir líkt og þá á Akureyri á teikniborðinu fyrir allt landið. En samtalið líka þarf að fara fram auki fjármagn til þess þá að slaka á þessari vinnu ef að menn vil ekki fara þá leið. Vegna þess að ábyrgð mín stendur til þess að framhaldsskólakerfi ráði við þær lögbundnu skyldur sem felast í því að veita öllum nám, aðstoða alla við nám og auka fjölbreytni. Og það erum við ekki að ná í þeim spám sem við erum með nema að grípa til annar hvort þessar tveggja aðgerða. Bjarni Felixson, fyrrverandi íþróttafréttamaður Ríkisútvarpsins látinn 86 ára að aldri. Bjarni lék knattspyrnu með KR og var 5 sinnum Íslandsmeistari og 7 sinnum bikarmeistari með liðinu sem hann bar alltaf sterkar taugar til. Þá lék hann 6 landsleiki fyrir Íslands hönd. Barney Felixson is there for Iceland, so is Hale for Ireland. En þá hefst bein útsending frá Wembley leikvanginum þar sem Liverpool og Tottenham keppa til úrslitum deildabikarinn og liðin eru þegar komin út á völlinn. Þegar útsendinga frá ensku knattspyrnunni hófust hér á landi var leitað til Bjarna sem hafði fylgst með íþróttalýsingum breska útvarpsins í mörg ár. Hann vann hjá Ríkisútvarpinu í rúma 4 áratugi. En Íslendingur sókn og Björgvin skorar. Áhorfendur fagna þessu marki innilega. Því það má með sanni segja að Björgvin hafi nú innsiglað íslenska sigur í þessum síðari leik Íslendinga og Pólverja. Bjarni fékk fjölmargar viðurkenningar fyrir störf sín, fálkaorðuna á nýástæði fyrra, var heiðraður af Alþjóða Ólympíunefndinni fyrir fjölmiðlastörf, auk viðurkenninga frá mörgum sérsamböndum Íþróttasambands Íslands. Hann var ódeigur baráttumaður fyrir að sýna frá íþróttaviðburðum í sjónvarpi, stundum of mikill að dómi yfirmanna hans hjá Ríkisútvarpinu. Hann kallaði mig á fund og sagði, hörðu Bjarni, þetta gengur ekki að vera að elta þessar íþróttir út og söður, öll kvöld og allar helgar. Getur ekki talað við íþróttahreyfinguna að þeir haldi bara mótinn á miðjum degi á vinnutíma. Nei, sagði ég kemur ekki til mála, þú verður þá að gera það. Íþróttirnar gengu fyrir hjá Bjarna og hann mátti ekki vera að því að halda upp á 60 afmælið því sama kvöld var þýðingamikill leikur í handboltanum. Eina leiðin til að ná til Bjarna var því að fara á völlinn. Félagi hans úr KR, LRB Skram, þáverandi formaður KSÍ, samdi hann gullmerki félagsins. Hann lýsir leiknum á Rás 2 og verður svo að sjálfsögðu með ensku knattspyrnuna hér í sjónvarpinu á morgun.
Bjarni lést í Kaupmannahöfn í morgun og ætlaði að fylgja stórvini sínum Finn Heiner, sem lengi var íþróttastjóri danska ríkisútvarpsins til grafar í dag. Eftirlifandi eiginkona Bjarna Álfheiður Gísladóttir, börn þeirra eru 4 og barnabörn og barnabörnabörn 14. Ríkisútvarpið minnist Bjarna Fel með hlýju og þakkar fyrir áratuga farsæla samfylgd og samvinnu. Það verður nánar fjallað starfsferil Bjarna Fel í íþróttafréttum hér á eftir. Marokkói sem býr á Akureyri segir þungbært að fylgjast með eftirmálum jarðskjálftans í heimalandinu. Samtökin Ísland-Marokkó hafa sett af stað söfnun til að hjálpa fólki sem á sárt að binda eftir skjálftann. Aukinn kraftur hefur verið settur í björgunarstörf í Marokkó í vonum að enn finnist fólk á lífi eftir jarðskjálftann á föstudag. Að minnstakosti 2.900 eru látnir og talið að 300.000 hafi orðið fyrir búsifjum af völdum hans. Marokkói sem búsettur á Akureyri segir mjög erfitt að fylgjast með hörmungunum í heimalandinu úr fjarska. Fyrst lítilega fréttum når maður var að reyna að ná í ætingi og vína. Og það var mjög erfitt að ná í það í byrjun. En léttist aðeins þegar maður heyrist yfir og allir að nei heilu ofi. En samt það sorglegt að veita margir sem voru að deyja og slasast. Ahmed segir mikla samheldni meðal Marokkóa á Íslandi. Við erum allir að vorum að tala saman og reyna að styðja hvert annara sunnan og líka hér og fyrir austan. Það léttist aðeins þegar maður spjalla saman og spyrja og reyna að frétta hvað í gangi og ef einhverju var að missa ætingi. Reyna að styðja hvert annara. Samtökin Ísland-Marokkó hafa sett af stað söfnun á Facebook-síðu sinni til að styðja við bakið á Marokkóum og hamfarasvæðunum. Ahmed segir að aðal áherslan sé á að hjálpa börnum sem mist hafa fjölskyldur sínar. Það skortur af lyfjum. Margir sem eru veikir eru að glíma með langveikindi og skortum af þjöldum. Fólk eru heimilislaus og ég halda að það myndi taka mjög langan tíma áður að yfirvöld myndi finna lausn fyrir þessi mál, það stór mál. 20 listaverk sem eignuð eru þjóðþekktum listamönnum eru til skoðunar á Listasafni Íslands vegna gruns fölsun. Forvörður safnsins segir að verkin beri þess merki að á ferðinni séu sömu falsarar og í stóra málverkafölsunarmálinu. Safnið ætlar að snúa vörn í sókn og setja upp sýningu á fölsuðu verkunum. Verkin eru úr einkasafni Þorvaldar Guðmundssonar, oft kenndur við síld og fisk, en Listasafn Íslands fékk safnið að gjöf í fyrra. Safnið telur 1400 verk, mörg hver eftir ástsælustu listamenn þjóðurinnar, á borð við Nínu Tryggvadóttur, Ásgrím Jónsson og Snorra Arinbjarnarson. Þá eru 400 verk eftir Jóhannes Kjarval. Ólafur Ingi Jónsson, forvörður Listasafns Íslands, ræddi málið í fréttaskýringarþættinum Þetta helst á Rás 1 í vikunni. Hann segir ákveðið handbragð á verkunum hafa vakið upp grunum fölsun. Þau sömu og hann hafi séð í stóra málverkafölsunarmálinu fyrir tæplega 20 árum. Já, þau bara höfðu þau einkenni sem ég hef rannsakað fyrir í málinu og hef byggt mína kærur á. Það ákveðið handbragð og Verkin séu annarkvort máluð frá grunni eftir fyrirmyndum þekktra listaverka eða þá að tilbúnum verkum sé breytt og þau síðan eignuð öðrum þekktari listamönnum. Eitt verkana, merkt Kjarval, rataði upp á vegg safnsins áður en rannsókn benti til þess að verkið væri falsað. Ólafur segir að ákveðið hafi verið að taka verkið ekki niður. Þess í stað hafi spurningamerki verið bætt fyrir aftan nafn listamannsins. Það raunverulega bara hluti af þessu skráningaferli sem við erum með og það og raunverulega bendir til þess að og þú sér öllu verk hér inni að þetta svona ákveðið hlutfall af því, eitt verk á móti 50. Á skrifstofu Ólafs eru 4 verk sem verið að rannsaka og skrá. Hann segir að þegar þeirri vinnu ljúki sé stefnt á sýningu á fölsuðu verkunum. Svona til þess að gera fólki grein fyrir í hverju þessu falsa, hvað var sem sagt, hvernig var falsað og með hvaða hætti og reyna svona að
koma þessu máli þjóðarinn til skilnings. Norðmaðurinn Erland Bóri datt í lukkupottin þegar hann skellti sér í heilsubótargöngu samkvæmt læknisráði á Renneseyju í Stafangri á dögunum. Bóri var með málmleitartæki á göngun og fann óvænt gullpeninga, gullperlur og hringa sem fornleifafræðingar segja vera frá 7. öld. Talið að fjársjóðurinn hafi verið falinn eða hann hafi átt að vera fórn til guða. Fornleifafræðingar segja þetta fund aldarinnar í Noregi og einkar óvenjulegt þykir að finna svo marga gullminni á einum stað. Gersemarnar verða til sýnis á fornleifasafninu í Stafangri. Og þá er spurning hvað Bergsteinn ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins. Já, í Kastljósi í kvöld ætlum við að fjalla verkfall fanga á Litla-Hrauni en framfærslueyrir þeirra hefur ekki hækkaður í hátt í 2 áratugi. Við hittum líka Sæmund Jóhannesson, bensínafgreiðslumann og ekkil, sem hefur einsett sér að lifa lífinu til fulls á efri árum. Svo það menningafréttirnar en þar komumst við meðal annars að því hvaða heimsfrægi gestur mætir á bókmenntahátíðina Icelandic Noir í nóvember. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Við ætlum hins vegar núna að gá til veðurs. Það verður suðvestlæg átt 3 til 8 metrar á morgun og væta með köflum þegar líður á daginn en þurrt fyrir austan. Hiti verður 7 til 13 stig og það er Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Spennan magnast fyrir bikarúrslitaleik karla í fótbolta á laugardag. Víkingur og KA búa sig undir spennandi leik en líka mikla rigningu. Valskonur eru nú handhafar Íslandsmeistaratitla kvenna í fótbolta, handbolta og körfubolta. Og við minnumst góðsagnarinnar Bjarna Felixsonar í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Eitt af skipum Hvals hf hefur verið sett í tímabundið veiðibann vegna brota á lögum og reglum. Forstjóri Matvælastofnunar segir fyrirtækið þurfa að sýna fram á úrbætur eigi að aflétta banninu. Hægt hefði verið að bjarga flestum af þeim þúsundum sem fórust í flóðum í Líbíu að mati Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar. Óttast er að 20.000 hafi farist. Meira fjármagn þarf við að hætta á við sameiningu framhaldsskólanna á Akureyri, segir menntamálaráðherra. Bæjarráð telur hugmyndir sameininguna óábyrgar. En horfast Marokkóar í augu við afleiðingar jarðskjálftans sem reið yfir á föstudag. Marokkói búsettur á Akureyri segir mikla samheldni meðal landa sinna hans á Íslandi og þau hafa hreint úr vör söfnun fyrir þolendur skjálftans. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni ætlum við að segja þetta gott í bili. Verið sæl. Á RÚV í kvöld, þegar storkurinn flýgur hjá. Danskir heimildaþættir ófrjósemi og þrána eftir að eignast barn. 3 pörum og einni einhleypri konu er fylgt